Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, þá ætlum við að víkja sjónum okkar norður í land. Við erum stundum með Zoom-viðtöl við fólk út á landi. Gengur nú reyndar misvel, stundum eru tækniörðugleikar. Þannig að ég ætla að hafa smá fyrirvar á því að það kann að vera að það veri smá högt hér á sambandinu í viðtalinu. En ég hef verið að leita fanga hjá fagfólki og leikmönnum vegna viðtals sem ég tók við Árna Guðmundsson forvarnarfulltrúa fyrir skemmstu. Hann var að ræða það hvort íþróttahreyfingin væri gengin af göflunum, hvort hann væri búin að missa fókus vegna áfengis ómenningar. Með því vísað til þess að við verðum mjög mikið vör við áfengi til dæmis á kappleikjum í boltaíþróttum. Það liggur við að annarhver fullorðinn einstaklingur sem er bjór í hendi. Þetta þykir mörgum afleitt og þetta er mjög hröð þróun sem að hófst kannski fyrir svona 2-3 árum að sögn Árna forvarnarfulltrúa. Honum finnst bara óhugsandi að íþróttur og áfengi fari saman. Íþróttir séu hluti lýðheilsustefnu og ef ég man rétt þá er hann Sigurbjörn Árni Arngrímsson sem ég held að sé á línunni. Ef ég man rétt þá er hann með íþróttabraut í framhaldsskólanum á Laugum þar sem hann er skólameistari og þess að lýsa náttúrulega með episkum hætti íþróttum. Og mér langaði að heyra aðeins hans viðhorf. Heyrir þú í mér, Sigurbjörn Árni? Já, ég geri það. Sko, þú heyrðir þarna innganginn minn. Ég er að vitna til þess að mjög þungorð féllu hjá Árna Guðmundsssyni, forvarnarfulltrúa, og hann talar ekki í neinu tómarúmi við þessi frétt eða þetta viðtal við hann. Því hefur verið deilt 100 skiptir, lækin eru 700-800 og ég er búinn að sjá 10 ef ekki 100 ummæla það að fólk taki undir með Árna þegar hann gagnrýnir þessi mál. Hvernig horfir þetta við þér? Sko, ég er í þessum stóru megindráttum eða aðalatriðum sammála Árna. Það er að segja, þó að fólk geti vissulega notað áfengi með skynsömum hætti og allt það, að þá tel ég ekki að íþróttir og áfengi eigi að eiga samleið. Ég vissulega sé alveg samlíkingar eins og hjá Mána, þú veist, með leikhús eða hörpuna eða svona listviðburði. Þannig og ég get alveg tekið undir með Mána líka að það sé ekki allur munur kannski af því hvort ég sæki menningarviðburð í leikhúsi eða menningarviðburð sem heitir íþróttaleikur. En ég hins vegar, munurinn er hins vegar að það eru oft meiri tilfinningar sem fylgja íþróttunum. Það er að segja að það er náttúrulega í ákveðnum löndum þekkjum við ákveðna bulluhegðun. Það er að segja að þessi menn fara á leiki fyrst og fremst til þess að skapa leiðindi og slást. Og svo er annað að það er enginn sem trúir á Virginia Woolf eins og hann trúir á Liverpool eða Víking eða KR. Og það er alveg þekkt að menn verða, þú veist, ég veit einstaklinga á Íslandi sem verða þungir þegar Liverpool tapar, helgin er ónýt og svo framvegis. Og það er ekki gott að blanda áfengi, það ýtir sem þegar þú ert á leikjum og liðinu gengur illa, að þá ýtir það undir svona ákveðið hömluleysi í hegðun, hvort heldur sem það er að slá til næsta manns eða kalla ókvæðis orð að dómurum eða leikmönnum eða einhverju svoleiðis. Svo er líka, því að það er nú alltaf rökin eru nú alltaf þau að þetta sé allstaðar svona og ég veit nú að minnstakosti 2 lönd, ég hef ekki kynnt mér þetta mikið. En ég hef náttúrulega ferðast víða á íþróttaviðburði út af frjálsum íþróttum, ólympíuleikum og heimsmeistaramótum og þess háttar. Og til að mynda þá eru nú 2 lönd sem standa nú þokkalega framarlega í knattspyrnu, Brasilía og Frakkland, og ég veit ekki annað en að áfengi sé bannað
á knattspyrnu eða íþróttaleikvöngum bæði í Frakklandi og í Brasilíu. Það var það síðast þegar ég vissi. Voru gerðar sérstakar undanþágur fyrir eina tegund af bjór á Ólympíuleikunum 2016 í Brasilíu í Ríó vegna út af einhverju styrktaraðiladæmu. Ég veit ekki hvernig það var á HM 2014 en almennt er þetta ekki leyft. Í Bretlandi fá menn að drekka bjór á ákveðnum svæðum. Það er að segja að hann er seldur á ákveðnum svæðum, þá getur verið með bjórinn þar en farið ekki að fara með hann út á svæðinu og alls ekki inn í stúku, ekki það þú getur auðvitað drukkið fullan þar og verið með leiðindi í stúkunni en ég held að færi best á því að þetta færi bara ekki saman og sem sagt þessi íþróttafélög gætu skapa sér tekjustofna með öðrum hætti. Ef ég er svona gríðarlegur káeringur eða hvað sem geti þá ekki styrkt félagið sem nemur þessum 3 eða 4 bjórum sem ég drekk á leiknum í ákveðin einasta leik. Það er það sem ég er að velta fyrir mér. Einmitt. Sko, það er svolítið sláandi að heyra forráðamenn íþróttafélaga lýsa því yfir að tekjur áfengissölu séu orðnar meiri heldur en innkoman á leikina. Og það í rauninni segir okkur hve erfitt gæti orðið að vinda ofan að þessu og hve íþróttafélagin eru þá í rauninni orðin háð áfengistekjum. Maður spyr sig sérstakra spurninga líka bara í ljósi forvarna hlutverks að börn og íþróttur og áfengi, það er einhvern veginn eitthvað sem gengur ekki upp í þessu eða hvað? Nei, það gerir það ekki og vissulega er það ekki að selja á krakkaleikjum og ég veit ekki hvernig það ef ég fer á Línu Langsokk í Þjóðleikhúsinu, get ég þá keypt mér rauðvínsglas, það getur vel verið, ég veit það ekki en ég fæstir kannski gerir það þó þeir fara á einhverja fullorðinsýningu. Málið er hins vegar að börn hafa gaman að því að fara á landsleiki og leiki með liðinu sínu, sjá hetjurnar sínar og svo er spurningin líka, miðaverð má ekki verða of mikið en freistastu jafnvel til að lækka miðaverð ef þú veist að þú getur selt meira af veitingum og áfengi. Því það er nú oft þannig að ég veit ekki hvort að þú þekkir það, sennilega þekkir það allavega hef ég lent í því að hafa farið á pub eða á bar með félögum og ætla að fá mér 1 bjór og svo er bara stemming og þegar maður er búið með 1 bjór þá fær maður sér annan og stundum jafnvel 3. sko. Við getum sagt að ég kannast lítillega við þetta. Já, ég reikna nú með því en og það þýðir það að ef ég fer á knattspyrnuleik og ég hugsa reyndar að 1 bjór fyrir hvern mann á knattspyrnuleik myndi nú ekki vera nein góðgá en það eru þeir sem ekki ná að stoppa og svo eru þeir sem að kaupa fyrir þá sem eru yngri. Ég veit nefnilega að því að hún mágkona mín, hún hefur verið að vinna í þessu á heimaleik, ég ætla ekki að segja félagið eða neitt svoleiðis en hún hefur verið að vinna í sölunni og því að synir hennar hafa verið þarna í yngri flokkum og dóttir og þar alveg þekkir hún marga ungu pjökkonur sem koma að kaupa og hún segir ég sel þér ekki og ég sel þér ekki. Svo kemur einn sem er með aldur og vill fá að kaupa 4 eða 5 og hún segir þú ert ekki að fara með þetta inn í stúku til að láta Jóa, Gunna og Sigga fá þetta og svo framvegis, þannig að hún er býsna hörð og leiðinleg en það er ekki heldur til fyrirstöðu að áfengi sé keypt fyrir þá sem eru yngri og þá er ekki að tala að ég sem fullorðinn einstaklingur sé að kaupa áfengi fyrir einhver unglinga, heldur það þú þarft ekki með einn sem er orðinn 20 og þá getur þú farið með þetta í hópum, þú veist, þetta er kannski 2. og 3. flokkur að fara saman og leika eða eitthvað svoleiðis og þá ertu komin alveg niður í kannski unglingadrykkju líka og það er erfitt að stemma stigu við þessu nema með mikilli gæslu sem annaðhvort þá kostar í peningum eða sjálfboðastarfi eða þá þú fer með þetta á einhvern stað þar sem þetta fengi ekki að fara inn í stúkurnar og þá náttúrulega væri auðvelt að spyrja menn skilríki þá sem eru ef einhver kemur hérna og kaupir 4-5 bjóra og ég er að selja og mér sýnist Björn Þorláksson vera
já, einhverjum bara að vera ansi unglegur að sjá, þá get ég bara farið og rölt og spurt skilríki og þá fjarlægt áfengið sko, en þetta dálítið snúið, það færi best á því þetta sem sagt væri ekki saman, en hins vegar sko meistaraflokkar kosta mikið, launagreiðslur leikmanna og þjálfara og þetta orðið allt öðruvísi heldur en þegar semi-atvinnumennskan var fyrir kannski 30-40 ár þar sem við fengum borgað yfir sumartímann, þar að segja kannski frá maí og fram í september þegar leikir voru og æfði svo með liðinu frítt ef svo má segja yfir veturinn. Núna þetta orðið miklu meiri professionalismi í þessu og við erum orðið miklu betri í knattspyrnu bæði kvennamegin og karlamegin og þar fram eftir göttunum og það kostar að reka svoleiðis og ég skil alveg að félög vilji nýta svona hverja glöfu og ef þetta orðið meira en tekjur af miðasölu þá þetta orðnar ansi miklar tekjur og ég veit ekki hvernig best að leysa það vegna þess að þó að sveitarfélög, borg og önnur sveitarfélög setji sem sagt peninga í yngrun okkar starfa þá svo kannski svolítið hjákátlegt að þið fara að styrkja íþróttastarf fullorðinna en þau náttúrulega eiga eða oft styrkt mannvirkin eða byggt þau eða þannig að þetta nú ekki alveg óstyrt en það dálítið erfitt að sjá sem sagt ef þetta orðnar verulega tekjur hvernig félögin leysa það og ég sé alveg það sjónarmið og eins og ég sagði í upphafi sko ég sé sjónarmið mána sem ber þetta saman við leikhús og tónleikaviðburði og annað svona en eins og ég segi það allavega í leikhúsum þá sjaldan að menn fari í að öskra á leikarann upp á sviði að þetta sé ömurlegur leikur hjá þér, hvar lærðurðu þetta eða eitthvað svoleiðis sko, menn frekar þó bara kvarta við sessunautin en á íþróttakappleikjum þykir það víst ekki tiltökumál að láta ýmislegt út úr sér sem við myndum kannski ekki öllu jafnvel gera. Nei, ég kannski svolítið gamaldags í þessu en mér finnst svolítið munur á því hvort við erum að ræða menningu eða íþróttir. Ég minnist bara uppvaxtar orðanna heilbrigð sál í hraustum líkama, ungmennafélags andans og Laugaskóli nú þarna í vöggu íþróttalífs í héraði og íþróttabrautin þótti stórkostlegt undur á sínu tíma og þetta íþróttahús sem þarna við þinn skóla og svona og sko menn fengu sér eftir leik en þegar menn voru svona komnir til vits ára en það var maður hefði orðið mjög hissa en maður hefði séð sko hópa fólki með áfengi í brekkunni að horfa á leik og Árni Guðmundsson, svo ég vitni aftur til hans, hann segir að hann líti á þetta sem svona nýfrjálshyggju element, þetta haftaleysi, markaleysi, allt sé til sölu og þá líka heilbrigðið og forvarnirnar og allt það. En ert þú með þá skýringu eina samanber það sem þú sagðir áðan að reksturinn væri svo þungur að menn væri að leita einhverja leiða eða erum við bara svona að gefa, þetta hluti þess að við erum að gefa eftir í gildum? Fólk mælir ég held það sé rétt já, þetta ekki sko minna reksturinn var þungur áður líka og einhvern veginn leystum en þetta bara, já nýfrjálshyggja eða hömluleysi þetta svolítið þannig að við viljum ekki láta segja okkur fyrir verkum þetta bara svo það ákveðin hópur fólk sem vill áfengi í búðir þrátt fyrir að aðgengi áfengi sé bara mjög gott í gegnum vínbúðirnar meira að segja í svona litlu samfélagi eins og í Mývatnssveit þar áfengisverslun sko Þannig að ég held að þetta sé kannski ásvolítið hluti af því hömluleysi við viljum ekki segja okkur hvað við megum gera. Við eigum að bera ábyrgð á sjálfum okkur og svo framvegis en við gleymum því að við berum líka ábyrgð á náunganum að vissu leyti.
og það sem sagt, bara tökum dæmi sem við áfengi í matvörubúðir að það þurfa allir að borða og sem sagt og það getur verið erfitt, það er ekki svo erfitt kannski fyrir alkohólista sem sem sagt búin að ná að halda sér edrú að forðast vínbúðirnar, sleppa því að fara á pub. En það er erfitt fyrir hann að forðast matvörubúðir og það getur verið erfitt að ganga þá fram hjá bjór- og vínrekkum og geta ekki á þess að kannski grípa það með sér. Freistingin verður meiri og það er eins á þessum leikjum að það náttúrulega verður, það er bjór í boði, það má drekka hann og af hverju þá ekki gera það. En ég held já að við séum svolítið. Sko við erum með alls konar reglur, ég meina af hverju þarf ég að stoppa á rauðu, af hverju þarf ég að vera með öryggisbelti, ég er sektaður ef ég er ekki með öryggisbelti, ég meina ég ber ábyrgð á sjálfum mér og það er þá ég sem dey ef ég lendi í slysi, vísu geti ég kastast á einhvern annan og drepið þannig, það er sem við setjum ákveðnar reglur til þess að tryggja öryggi okkar og annara. Að því að þú veist, ég segi bara eitthvað sem er laus í aftursætinu getur drepið þann sem er frammi í árekstri með því að kastast á hann og það er eins í þessu að það er áfengi í dag, ef áfengi væri fundið upp í dag þá náttúrulega væri það hefði náttúrulega aldrei verið leyft frekar en kannski mörgunni fíkniefni vegna þess hversu miklu skaða það getur valdið. Já, að því nefnir það sko, þá hafa einmitt erlend ríki, Evrópuríki hafa verið að ganga lengra í sko takmörkunum á því og ganga lengra í merkingum, að merkja þetta í rauninni bara sem eitur og það er ekki síst í því ljósi sem að þessi þróun skýtur skökku við. Já, og svo eru líka í sumum öðrum löndum, ég nefni nú aftur Frakkland bara því ég var nú að þvælast þar síðastliðið sumar á Ólympíuleikunum þar er áfengi selt í matvörubúðum en það er ekki selt á ákveðnum dögum. Nei. Þá er bara sem sagt, það er ekkert læst inni, það er bara tjald þarna, þannig að svona sveitamaður eins og ég, ég má greinilega ekki taka bjórinn í dag sko. Af því að það var svona tjald fyrir kælu minni, ég gat alveg tekið en ég hef bara aldrei náttúrulega getað borgað þannig þá má ekki selja það á ákveðnum dögum þó það sé þannig að ég er alveg sammálaði í því sko. Og stóra skaðvaldurinn sem áfengi er náttúrulega út af því hversu margir nota áfengi. Það er að segja að það eru til miklu hættulegri eiturlyf þeir kannski valda minni skaða í samfélaginu í heild því það nota það svo fáir. En áfengi náttúrulega neysla þess er samfélagslega viðurkennd og hún er lögleg þegar hún er búin að ná ákveðnum aldri og það er bara fullt af fólki sem, ég get ekki bara sjálfa mig sem dæmi að ef áfengi hefði alltaf verið ólöglegt þá hefði ég aldrei smakkað það bara einfaldlega því að ég reyna að fara eftir reglunum. En bara eins og ég er ekki að reykja gras eða prófa kókaín eða eitthvað svoleiðis en af því það er löglegt að þá sem sagt prófaði ég það þegar ég kom til vits og ára sko. Þannig að ég held að sumu leyti þá við viljum lítið, það er svolítið Íslendingseðlið að við viljum hafa reglur en það eiga helst að gilda aðra. Það er að segja ég á að fá að gera það sem ég vil en aðrir mega helst það ætti að vera einhverjar reglur fyrir þá. Og við þurfum alltaf að hugsa við berum alltaf ábyrgð á öðrum. Þú ferð varlega í umferðinni, þú svínar ekki fyrir, beygir ekki sem sagt ég skulum segja að ég kom á grænu ljós á gatnamót og þú hefði farið yfir á rauðu, ég keyri bara ekki á því að því ég á rétti. Þannig að þú veist ég ber ábyrgð á, við reynum að taka ábyrgð á hvert öðru og svolítið og við þurfum að passa svolítið upp á annað og þetta meðan aðgengi áfengi svona mikið að þá er þetta lítið gjald að geta ekki fengið það í matvörubúðum, geta ekki fengið það á knattspyrnuleiknum, ég get farið á pub og hort á leikinn og drukkið bjór, ég get farið og verið heima hjá mér og hort á leikinn og drukkið bjór, þarf ég að fá að drekka hann á leiknum líka. Já, það og meira segja félögin gætu þá, ég veit það ekki, opnað í einhverju húsi skammt frá vellinum, bjórstofu Víking, svo þú getur setið þar og hort á leikinn og drukkið bjór og félagi fengið þá tekjur
en þú getur ekki verið í stúkunni. Þú veist, þetta er bara eitthvað sem komir í kollin akkúrat núna. En eins og ég segi, ég er í grundvallar atriðum sammála Árna því að áfengi og íþróttir bara eiga ekkert mikla samleið, því að við erum að senda börn í íþróttir almennt vegna þess að við teljum það vera hollt fyrir þau. Og áfengi, það þykir ekki hollur drykkur. Nei, og rýrir árangur íþrótta. Já. Það er oft, maður heyrir þessar sögur oft, sko, ég fór og bætti mig í hástökki og var á fyllerí fram á nótt og svo kom ég og bætti mig í hástökki eða ég varði þetta víti eða eitthvað svoleiðis og þú gerðir það ekki af því að þú varst að drekka fram til kl. 2 eða 3, þú gerðir það þrátt fyrir að þú hefðir gert það og spurningin er hvað hefðir þú farið hátt ef þú hefðir ekki gert það. Akkurat. En sko, mér langar að spyrja þig kannski við endum þessa umræðu, Sigurbjörn Árni, á því að ég spyrji þig hvort þú hafir séð einhver merki þess í nágrannalöndunum eða bara fjærst Íslandi á þínum ferðalögum heiminn þegar þú ferð út að lýsa íþróttaviðburðum, frjálsum íþróttum sem að ég nefndi upphafi að þú gerir náttúrulega með episkum hætti og við þökkum það kærlega fyrir þær litríku lýsingar allar. En hefur þú semst fundið fyrir einhverju breytingu í neyslu í stúku síðustu ár? Ég spyr vegna þess að hér sagt að þetta hafi verið að stökkbreytast síðustu 2-3 árin. Er eitthvað sambærilegt í gangi utan landsteinana? Sko, þar sem ég hef verið á stórviðburðunum þá hef ég ekki tekið eftir því, en það er líka vegna þess að sko, við sitjum alltaf í svona útsendingar, sko, ef þið sjáuð í íþróttaleikjum þá er næst endalínu við ákveðið svæði við miðsvæðis og vellinum þá er fullt af svona boxum sem lýsendur sitja í, þau eru ekki box, þetta er svona bara borð, langar raðir af borðum þar sem við höfum aðstöðu. Þannig að og þangað komast áhorfendur ekki og við erum yfirleitt komnir á undan áhorfendum og förum á eftir þeim, þannig að ég á erfitt með að segja hvort það hafi breyst. Ég veit bara ég hef verið í mörgum löndum og sumstaðar er þetta bannað, sumstaðar er þetta leyft og sumstaðar er þetta leyft á ákveðnum svæðum. Ég veit í Bandaríkjunum þá eru þeir mjög stífir, þeir spyrja alla skilríki. Og ég man að vinur minn voru mættin á hafnaboltaleik í Bandaríkjunum og vinur minn sem var komin hátt á 50 aldur og leit nú ekkert út fyrir að vera mjög ungur, að hann hafði ekki skilríki og hann fekk ekki afgreiðslu. Því þá missaði bara leyfið þó að það væri algjörlega augljóst að þessi maður væri nógu gamall til að drekka. Sko. Þannig að ég get eiginlega ekki sagt til hvort þetta hafi breyst einfallega vegna þess að ég er ekki, hvað segir maður, innan pöpulinn þegar ég er á þessum stöðum. Einmitt. En ef það væri svona stefni eitthvað óefni þá hefði nú væntanlega orðið var við umræðum það. En ég ætla að þakka þér að sinni Sigurbjörn Árni Arngrímsson skólameistari á Laugum kærlega fyrir þetta framlag, en svona rétt í lokin þá staðbundin mál í héraði. Þú sagði mér í morgun þegar við vorum að undirbúa þetta spjall að þú værir út í kuldanum að hýsa er mjög kalt og vont veður og veldur þetta sauðfjárbændum miklum erfiðleikum núna. Já, það gerir það. Það er sko, við reyndar allavega samkvæmt spánni erum í úrkomu minnsta auganu akkurat í Mývatnssveit, en það er nóg samt. Vandamálið er að sko, við rákum allt heim í gær og það gerðu náttúrulega flestir og við höfðum þær heima við og þannig að sko ég rak þær ekki allar inn en hafði þær þannig að þeir gætu komist inn og þá voru allar komnar inn í morgun nema 3 því að í nótt þá var spáð 2 til 3 stiga hita en það var 0 til -1 gráða, þannig að það kom allt í slyddu sem átti að vera rigning og vindurinn var 3-4 metrum á sekúndu meiri heldur en það var og þá verður veðrið þegar þetta er svona við 0 gráðurnar þá skiptir svo miklu máli í hvora áttina skekkjan í spánni er. Það sem við lendum til dæmis í fyrra að þá voru þetta 8 dagar sem allt fé var á húsi og hér kom yfir metr stykkur djúpur snjór í sköflum, þarna skóf yfir girðingar hjá mér og þannig. Og þá var þetta gegnumgangandi að það var 5 metrum meira á sekúndu heldur en spáin sagði og 3 gráðum kaldara. Og það er spáð kulda fram yfir helgi og ég ætla rétt að vona að það verði ekki þannig að því að
þessu öllu sem að spáð rigningamegin meira og minna en ég horfi bara yfir gluggann núna og þetta bara slydda og hvít á jörð og þetta svona getur valdið dálítið miklum búsifjum vegna þess að lömbin orðin það stór og eru úti og beita sig sjálf og fá svo sopa hjá mömmu sinni og þegar þau eru inni að þá hafa þau lítið að éta annað en bara naga ærnar og þegar ég segi naga ærnar þá hanga þeir á júrunum á þeim. Eldri ærnar stíga þau af sér og henda sér niður þar yngri eru ekki búin að læra það þannig að þau bara einfallega naga sár og spenana sem getur svo komið júbólga í og þá drefst ærin eða júrið skemmist eða eitthvað svoleiðis þannig að ég ætla að vona að þetta verði aðeins hlýrra heldur en þetta núna. Þetta búið að vera alveg frá því á miðnætti í nótt svona 2-3 gráðum kaldara heldur en var spáð og þá fáum þetta ekki sem rigningu þó nú sé nú nógu slæm í svona köldu sko. En þetta svona leiðilegt annað ári í röð sérstaklega hérna fengum við nú yfir 20 stiga hita í viku sko í maí og en það sem maður óttast mest að þetta verði langvinnt. Ég meina, einn sólarhringur ekkert mál. Nei. En ef þetta verður alveg fram á helgi, ekki miðvikudagur, eða þriðjudagur. Þetta verður fram á helgi þá getur það orðið verulega slæmt, sko. Já. Það eru sannlega ekki margir skólameistarar sem eru líka sauðfjárbændur en ég óska þér nú ykkur öllum góðs gengis í þessari reymi. En hvernig hefur þið gengið að smala nemendum? Er það ekki alltaf svolítil áskorun að fylla skólann? Já, sko, jú, en það hefur reyndar undanfarin ár gengið vel. Við höfum frá 2019 verið með fullsetinn skóla, reynda síðastliðin vetur og örlítið að plássum. En okkur hefur gengið vel, við erum dálítið öðruvísi skóli með öðruvísi skólakerfi. Þetta meira eins og að mæta í vinnu, það samfelldur skóladagur, þú skipuleggur þig sjálfur út frá þeim verkefni sem fyrir eru. Kennarar boða þig á fundi eins og við köllum í gegnum Teams í staðins. Það ekki fastir tímar í stundatöflu heldur nú telur þú að það þurfa að vera starffræðitími og þá þú getur verið við 3 í einni vikunni og engan í næstu og krakkarnir fá bara boð á fund og þetta getur meira að sé verið þannig að ef það eru bara Björn Þorláksson og Sigurbjörn Árni sem ekkert að gera neitt í starffræðinni þá boðum við bara 2 boðaðir í tíma og hinn fá bara að halda áfram með sín verkefni og svona og þeir mæta korter yfir 9 og eru til 3:30 En þessi staða sem þú lýstir, hún gæti náttúrulega, hefði aldrei getað komið upp. Ég veit það ekki. En þetta svona, og það þannig að þetta hentar ákveðnum hópi nemenda og við höfum verið duglega að svona markaðsetta okkur og auglýsa. Við förum á hvernig einasta skóla á Suðurnesjunum og Akureyri og hérna Norðausturhorninu og bjóðum þeim í heimsókn eða förum í heimsóknir og þetta svona milli 30 og 40 skólar sem við heimsækjum og við erum með nemendur við erum með alltaf rétt 100 rétt ríflega 100 nemendur en þeir eru ofta úr milli 40 og 50 póstnúmerum. Já, einmitt. Þannig að þetta svona, þetta er vinna. Þetta er vinna og þú verður að halda áfram og þetta er svolítið skrítið með þennan skóla að þegar ég kem þarna 2015 og það verið að lýsa kerfinu fyrir mér, ég bara svona, þetta skóli? Og svo kom ég þarna og sá þetta og ég bara, vá, af hverju ekki bara, ætla ekki að segja allir, því þetta hentar ekki öllum, en og sá ég sko beautyð í þessu, þú getur farið á þinni ferð, þú getur verið heilan vetur að klára dönsku áfangan, eða tekið 2 á einni og bara spólar þá í gegnum þá. Á þínum hraða og þetta svona mikið, þetta undirbýr fólk mikið undir lífið. Þetta undirbýr það eins og ekki undir að taka 3 tíma próf. Við gerum ekki mikið af því en þetta sem þetta taka ábyrgð á sjálfur og skipuleggja þig sjálfur og svo náttúrulega með kennara sem pota í Björn Þorláksson þegar hann bara að gera ekki neitt. En svo vitum við náttúrulega það líka að ég kannski duglegur í vinnunni og svo er ég búinn að leysa eitthvað verkefni þá kíki ég kannski á Facebook eða eitthvað í 5-10 mínútur og nemendur hafa alveg þann möguleika líka. Og það er hérna kennari, hún Freydís Anna, hún Systa sko sem með alveg einstakt lag á því að vita hvernig nemendur þurfa núna að fá smá pásu og hvernig hún potar í þá áfram. Og þú sem foreldri
að því að ég er með sérstaka viðmerkingu sem heitir óvirkur. Þannig að þú sér að sonur þinn Starkaður er með ó hjá mér, að þá þýddi það að Starkaður var í sætinu sínu, hann var bara ekki að gera neitt, eða neitt þeir sem átt að gera þrátt fyrir að hafa verið beðinn það. Já, þú lýsir miklum. Og þannig að þetta er dálítið eins og að mæti í vinnu og taka ábyrgð á þínu verkefnum og það þýðir það að menn leika sér að klára hraðar eða hægar og bara sem sagt og svona sko. Þetta er í raun og veru og svo er þetta þannig að þú veist á fyrstu vikunni hvort þú fílar þetta eða ekki. Staðurinn nær annarkvort tökum á þér eða ekki. Ég var í námsleyfi í vetur, Benedikt Barðarsson aðstoðarskólamestari Verkmenntaskólans á Akureyri leysti af í vetur sem skólameistari og hann sagði í útskriftarræðunni að þessi vetur á lögum, hann sagði hann er að verða 60 og hann sagði þetta skapaði mig að hálfu, sagði hann sko. Það er ekki trúað í hvað staðurinn umverulega nær tökum á þér sko. Þú ert bara, þú bara verður laugamaður. Menn eins og Múkisson eða Þráinn Árni, menn sem útskriðust ekkert úr laugum, komu þarna 1 eða 2 vetur og héldu svo áfram í lífinu í skólanum og svona sko að þeir líta á sig sem laugamenn og þannig bara er þetta. En þetta er allt annar skóli en var þegar ég var þarna 80. Heyri ég... Já, þegar þú varst að drekka ansi margt breyst síðan en ég get tekið undir það með þér að maður er með svona mjög hlýjar og sterkar tilfinningar til skólans. En hérna í blálokin, ég þarf vist að fara að hleypa öðrum að hérna inn í stúdíu, en svona rétt í blálokin, eru þið ekki í smá krísu núna sem mögulega gæti tengst starfi framhaldsskólans á Laugum, hvað það varðar að það var eitthvað verið í fréttum að leikskóli þarna verði mögulega lagður niður sem gæti þýtt? Já. Sko þær fréttir komu í síðustu viku að foreldrar voru boðaðir á fund og starfsmenn og sagt að yrði ekki opnað á leikskólanum Krílabæ eftir sumarleyfi. Það eru 2 starfsmenn að hætta bara komnir á aldur. Já. Og það hefur þetta gengið illa að manna leikskólana. Þetta kemur illa við Laugaskóla því að Laugar eru þéttbýli. Það eru svona 110 mann sem búa þarna og margir sem geta gengið með börnin sín í leikskóla. Þó þau séu ekkert mörg, þetta er svona 57 börn sem hafa verið á þessum leikskóla en núna munu þau þurfa að keyra 20 km í næsta leikskóla sem þýðir þá 80 km á dag. Já. Og í vetur voru 5 starfsmenn Laugaskóla sem keyrðu sig frá Akureyri og að því þetta er með göngunum þá er þetta bara orðið eitt atvinnusvæði og það er hérna ung stúlka hjá mér, ættur reyndar úr Mývatnssveit og hún er hérna með mann sem vinnur sjálfstætt bara heima og hún sagði ef ég þarf að keyra 80 km á dag þá get ég alveg eins farið flutt til Akureyrar og fengið kennslu mín að færa það á 3,5 dag því það er að því að við erum með þessa samfelldu skóladaga þá er þetta að koma kennarunum kennslu kennarana fullur í starfi fyrir og 3,5 degi og þá þarf hann bara kannski að keyra 3 eða 4 sinnum í viku í Lauga og bara sjálfan sig. Ekki börnin, þannig að hún sagði ég íhuga bara flutning. Þetta, sko, svo kom í fréttunum að það var ekki búið að taka endanlega ákvörðun, ég skildi ekki alveg, það hefur ekki verið fjallað í fræðslunefnd, það er fræðslunefndarfundur á 5. og ég er nú fræðslunefndar fulltrúi og við höfum ekki fengið neinar upplýsingar breytingar á neinni stefnu. En báðir listar voru með það á sinni stefnuskrá að breyta ekki skólastarfi. Og það hefur ekkert breyst frá því að þessi listar sem Anna var í meirihluta og er núna komin í minnihluta og öfugt. Það er að segja það eru jafnmörg börn í Krílabæ og á Laugum og voru eins og þegar kosið var. Það eina sem hefur breyst að það hefur fjölgað í leikskólanum Tjarnaskjóli og Stórutjörnum og fækkað aðeins í grunnskólanum á Stórutjörnum en annars er þetta bara þar að við vitum ekki alveg hvað er í gangi en ég er nú að vonast til þess að fá frekari upplýsingar á fræðslunefndarfundi á 5. og fræðslunefnd kannski getur lagt sitt faglega mat á þetta en það er bara erfitt sko, þetta er bara eins og með Reykjahlíð, þegar það var sameinað þá sagði fólk það verður þá ekki bara lokað í Reykjahlíð og ég sagði mér finnst það mjög skrítið vegna þess að Reykjahlíð er þéttbýli og ef þú flytur í þéttbýli þú reiknar með að geta komist í skóla og leikskóla og búð og eitthvað svoleiðis. Ef þú flytur út í sveit
ferð á einhvern sveitabæ, þá veistu þú þarft að keyra krakkarnir eða þau þurfa að fara í skólabíl hvert sem er. Þegar þú flýtur í þéttbýli eins og Lauga og það er þar leikskóli að þá reiknar auðvitað með að geta nýtt þér hann að það er svolítið annað að flytja í þéttbýli heldur en að flytja í þó að þéttbýli sé í dreifbýli heldur en að flytja bara á einhvern sveitabæ sko. Ég reikna með annarri þjónustu á Laugum í Reykjadal heldur en alltaf gerði í Mývatnssveit. Einmitt. En Sigurbjörn Árni Arngrímsson, við vonum að úrrætist í þessu og að sveitarstjórn hætti við að loka þessum leikskóla, það er augljóslega bara rugl. En kæra þakkir fyrir þitt innlegg í áfengismálin og við vonum einnig að allt fara besta veg, hvað var þar kuldan og sauðféð og við hlökkum til að heyra þig lýsa næsta íþróttaviðburði. Vertu blessaður. Bara takk fyrir og bless. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is